Í hinu fornu goðasögum norræna trúar eru nokkrir gripir sem eiga sér góðsagnakennda sögu, vott sem aldrei bregðast, gull sem margfjaldar sjálft sig og jafnvel töfralífið sjálft. Þeir smiðu þessa hluti voru ekki goðin sjálf, heldur tveir snjallir dvergar, Brokkur og Eitri. En sagan byrjar á veðmáli. Helvítis ruslið ykkar, gerið þetta betur, koma svo áfram með ykkur, maður, haltu áfram. Loki, hinn slótti guð, vildi sanna að hann geti tryggt goðanum bestu gripina. Hann veðjaði höfði sínu við dverginn, Brokk, að bróðir hans, Eitri, gæti ekki smíða jafn mikla undangripi og dvergarnir ívaldsynir höfðu gert. Ef Brokkur og Eitri nærðu að skapa betri gripi, mættu þeir eiga höfuð hans, Loka. Ég get veðjað hausnum mínum að ég get gert betri vopn en þið getið. Við tökum því veðmáli og þú hefur 1 viku til að gera betra vopn en við gerum, Fyrst hófu þeir smiðina á göngunni. Spjóti sem aldrei myndi missa marks, Eitri vann járnið á meðan Brokkur hélt eldurinn lifandi með því að blása í belginn. Þeir eru að gera miklu betra vopn en ég held ég þurfa að breyta mér í flugu til þess að gera betra vopn. Guð minn almáttur, hvers konar fíbl. Ekki láta trufla mig! Þegar gungnin var fullsmiðað var hann fullkominn. Spjót sem myndi alltaf hitta skotmark sitt og aldrei skjálfti í hendi það sem héldi á honum. Já, eins og sjá hérna, þá er Eitrið að smíða draupni. Þetta er flott hjá honum. Já, henni Loki eins og sé bara búin að skýta á sig en hann er að fylgjast með Eitra og Brokk. Þarna eru dvergarnir að gefa Óðinn vopnið. Þeir eru kostulegir. Sjá Óðinn, þvílíkur meistari. Og hérna sýnist mér að þeir verða að gefa Mjölni eitt vopn. Já, geggja sko. Ég fann það á mér að þið væri að koma. Unnu veðmáli. Höfuð þitt tilheyrir okkur. Þið finnum mig í Mexíkó.